Velkomin í þáttinn Heimsmyndir. Þetta þáttur númer 22 held ég. Kristinn heiti ég og ég búinn að vera að taka viðtöl við allskyns hugsuði og snillinga síðustu mánuði og síðustu áleikvið. En núna ég komin með bara einn af okkar frægustu íþróttamönnum Íslandssögunnar, Óli Stef. Hann mættur í stúdíó til minn. Velkomin. Takk. Gaman að fá þig. Já. Spennandi, núna ég þú nú frægasti gestur minn þannig ég náttúrulega bara, nú ég bara hálfvandrarlegur Ok. Heyrðu, málið sem sagt það að ég sem sagt sjálfur skrifaði BA-ritgerð um heimspeki hugvíkandi efna þegar ég var í BA-náminu minni í heimspeki. Já. Og ég hef svolítið áhuga á svona hvað hugvíkandi efni eru og hvað það segja okkur heiminn. Og þú hefur svolítið verið að tjáðu svoleiðis hluti síðustu ár og þess vegna datt mér í hug að fá því til þess að spjalla þessa hluti við mig og hver svona okkar nálgun myndi verða svona ef við berum saman okkar bækur. Já, ekki best að byrja bara að brjóta aðeins þessa ritgerðina. Já. Orsakir þess að gera það í fyrsta lagi og síðan hvernig hún var og hvað kom út úr henni. Þá ég byrja eitthvað að bleblega, Það bara ágætt, mín hugmynd þar, í ritgerðinni, hún var svo að ég vildi svona fjalla svona þekkingafræðilega hvað þessar upplefanir eru, ef eitthvað. Af því að fólk segir ýmist segir fólk, þetta bara einhver fáránleg froða, einhver sinnapsvitleysa og þú bara segir ekki neitt heiminn og til hvers að vera að tala það, Aðrir segja mjög gjarnan að þetta séu merkilegar upplefanir og oft eitthvað hálfguðlegar og oft verður svona trúaleg tenging í þeim. Og í greininni þá var ég að fjalla þetta, hvort að það sem ég finnst eiginlega oftast vera svona sammerkt með þessu og jú, ég hef prófað eitthvað af þessu sjálfur. Maður þorir varla að segja frá því að það þykir vera svona svolítið láttu vara sjómli, það ekki dóttar. Maður vill ekki hljóma sem að sé að mæla með því eða ætlast til þess. Nei. En ég hef alveg prófað LSD og ketamín og eitthvað svona dót. Já. Og eitthvað fleira? Sveppi, psilocybin. Já. Ég hef ekki farið í DMT og svoleiðis. Ok, en kaktus svona eitthvað? Nei, ekki meskalín. Nei, æja. Ekki heldur, nei. Ég hef búin að vera í þessum þremur, að prófa þessi 3. LSD, sveppir. LSD, sveppir og ketamín. Og mér fannst öll þau tripp bara ótrúlega áhugaverð og skemmtileg. Inni og út í náttúrunni? Bæði. Ég hef prófað að vera úti að labba í náttúrunni og svo hef verið bara heima í rúminu og svo bara með einhvern vinnum og svona. En í ritgerðinni minni blessuðu, þá var útgangspunkturinn svolítið þessi að það sem að mér finnst áhugavert við svona upplefanir að ég held að, og þetta kemur svolítið inn á sem ég var að fjalla í síðasta þætti sem var svona fyrirbærafræði. Við erum sem sagt alin upp í samfélagi sem að hugsar í þessu sekúlar vísindalega samfélagi sem við þykjumst búa í. Þá erum við mjög gjarnan alin upp í mjög svona skilyrtri þekkingafræði og það eru bara það sem raunverulegt mælanlegt og það sem raunverulegt hefur verið fjallað vísindalega og allt annað einhvern veginn svona annarkvort ekki raunverulegt eða ekki til eins að tala og við erum dálítið föst í svona þessari vestrænu hefð hvað það snertir og það sem mér fannst gagnlegt við það að upplifa þessa hluti var að þegar ég kom út úr þeim þá var ég bara með nýtt hugafar. Mér fannst ég bara hafa miklu meiri mýkt í hugsun og ég gat einhvern veginn allt í einu séð aðra hliðar á heiminum og aðra möguleika í merkingu og ég átti allt í einu auðveldara með að túlka það sem að aðrir segja sem eitthvað skynsamlegt þó að það sé ekki endilega Veistu hvað í því gerði þetta verkum? Ég fellaði einmitt það í ritgerðinni, mér finnst þessi eitt af því sem að ég upplifi og mjög algengt stef í því sem að fólk segir frá, það að maður upplifi þetta niðurbrot einstaklingsins og maður sé hluta af svona stærri vitund og það bæði þetta fjallum það bara mjög ævintýralega en það líka þetta taka svona frekar jarðbundna nálgun við það þetta séu svona í rauninni arfleð af tungumálinu og hefðunum að við getum alveg séð okkur meira sem eina vitund eða eitt samfélag eða eitthvað svoleiðis og hafandi upplifað það þá einhvern veginn varð ég miklu svona
opnari og mýkri fyrir fleiri túlkunum á heiminum og til dæmis hughyggju og svona hluti sko. Þannig að þetta var svona mín upplifun og það sem ég var að segja þessari ritgerð og niðurstaðan var í rauninni þessi að ef við gefum okkur að það sé gagnlegt að fá að öðlast skilning á einhverju svona eins og hughyggju sem að oft hengt við Hegel og heimspekinga sem ég held að sé gagnleg. Það er þessi skilningur að í einhverjum skilningi þá sé það vitundin sem móti heiminn en ekki heimurinn vitundina. Og það fannst mér bara mjög gaman að upplifa að ég gæti allt í einu meðtekið og ég væri ekki lengur með svona harða fordóma fyrir því af því að það er svona ekki þessi vestræna nálgun sko. Og útgangspunkturinn minn var þá og þetta má náttúrulega tengja við hippatímabilið sko. Nixon var á móti þessum efnum mikið til af því að allir sem voru á þessum efnum voru á móti stríðsrekstri og þannig að það var truflaði bara ameríska pólitík og þá mætti sko segja ef við gefum okkar það sé rétt nálgun sko, þá mætti segja að það að allir upplifi einhvers konar svona vitundurvakningu getur hreinlega verið svona heimsfriðar svona element sko og það í þá áttina sem getur verið jákvætt og bara notalegt. Þannig að þetta eru svona stefin mín. Hvaða, svo ég haldur áfram fyrir ekki en hvaða kallar voru þá mest að koma til þín fyrir utan Hegel eða konur í ástandinu eða þú veist hverju voru svona? Það voru engir einstaklingar sem komið til mín sko, ég var bara að upplifa svona staðfesting kannski eins og segir með Hegel bara svona já, yes, confirmation eitthvað. Já, jú, það eru svona Alan Watts til dæmis, ég er með hreinu honum og mér finnst ég skynja hans hugmyndi mjög sterkt í þessu sko. Svona hverju voru kannski svona eiginarnar þínar til þess að geta navigeta í gegnum þetta allt, skilur? Já, þetta var náttúrulega kaotískt sko, sumt að þessu var á þetta stíðinu hvað þá upplýði ég bara að tíminn stoppaði sko og ég bara hvarf inn í einhvern óendanleika og tími var merkingalaus og var þar bara, fannst mér merkingalaus tími en það var samt eins og getur verið 1.000.000 ára eitthvað og svo stígi einhvern veginn aftur inn í tímann og veruleikann og þá einhvern veginn skynja ég sem sagt tímann sem skynja hann allt öðruvísi sko, hafandi upplifað hitt sem ég hafði ekki áður og núna segja margir í eðlisfræðin að tíminn er rauninni eitthvað sem við skynjum mjög undarlega, hugsanlega mjög blekkjandi hátt, að tíminn sé ekki það sem við skynjum og það er kannski svolítið skemmtilegt að það sé hægt að upplifa það frekar heldur en að reikna út með stærðfræði sko. Þannig að það er einhverju svona hlutir og svo líka þessi hugmynd sko, að maður upplifir einhvern veginn að lífið sé einhvers konar svona heildar vitundar fyrirbrigði en ekki sérurinn ekkert bundi af þessum líkömmum sem lifa og deyja sko. Já, hvert voru við hérna? Nú það. Þú hefur prófað allt mann eitthvað. Já, mér finnst það vera svo gott að hlusta sko, að ég til ekki hvað ég á ekki segja sko. En já. Það er alltaf leið, skulum sjá. Já, kottu þá með eitthvað kjarnirt. Kjarnirt, sko. Ég fór að hugsa... Já. Ég var með eitthvað pælingu í morgun. Sko, ég var að klára bókina West by West eftir Jerry West, NBA-leikmann. Já, nú bara yfir í coachingið bara. Já. Ekki beilinni, sko. Ekki beilinnis. En hann sem sagt átti gríðarlega erfiða æsku og það var eitthvað svona eitthvað svona daddy issues sem að urðu til þess að hann hafði þessa gríðarlega þörf fyrir að ná árangri og fá staðfestingu og svona vottun heimsins á sjálfum sér og ég fór að hugsa það í þessu samhengi sko, það er líka eitthvað svona sem að breyti sko, þegar maður fer í gegnum svona hugvíkandi upplifun að maður sé líka svona svolítið sína sjálfsmynd í nýju ljósi og þá datt mér í huga að bauna á þig hvort að eitthvað svona hvort það sett með eitthvað svoleið sem hafi drifið þig áfram í svona metnaði í íþróttum. Já, kannski fyrst sem kemur er amma, elsku amma sem er nú búin að kveðja
hún var alltaf svo, hún hrósaði alltaf sko hinum, hún var svo fyndið sko, við föttum þetta ekki fyrir hún var dáin. Þá komum við sama fransískinni sko og þá föttum við að fóru svona, já hún hrósaði mig nú aldrei, svo gamla. Og en hún var alltaf að hrósa þér, hún var alltaf að hrósa hinum. Þannig að alltaf þú komst til hann, þá var hann alltaf, álega mig, veistu hvað hann Bjarki frábær, nú hann hann í náminu, sko, þú veist, þetta hann svo dullur og hún Anna, og svo, og Þorbjörg frábær, og já. Og aldrei múkku þig, sko, alltaf svona meira bara, já, þú varst nú ekki, eitthvað svona. Og skilur þannig að það var þessi gamli skóli, sko, og við komumst ekki að því að hún var alltaf að hrósa öllum nema þeim sem hún var að tala við, sko. Þannig að, og ég ól svolítið uppi með henni, sko, þannig að ég svona fór aðeins einhvern tíma tilbaka og þá svona svolítið fyndin þessi ófullnægja, sko, og til þess alltaf, ég held að ég þurfti að gefa henni eitthvað eftir Ólympíuleikana, þá svona, þetta nú kannski eitthvað, smávegis árangur, flótsins. Já, það var svona, og gaf ég henni eitt handbolta og eitthvað svona. En þetta náttúrulega alltaf svona, þetta alltaf, við vitum aldrei hversu mikið af óþægindum og ófullnægju góð til þess að þú gerir actually eitthvað, skilurðu? Og það alltaf þetta, það alltaf mömmu-pappa element, sko, þú veist, vernd og það alltaf bæði, sko, og svo þarftu líka hlýjuna, þetta alltaf svona, þetta alltaf tvennt, vesen, flókið. Þetta svona klassískar þjálfunar pælingar, en ef við tengjum þetta aftur við heimspekina og þessa hugvíkun, sko, þá fannst mér dálítið áhugavert, sko, að þegar maður kemur út úr svona upplifun þar sem að maður kannski hefur séð einhvern veginn tímann standa í stað eða heiminn vera eitt eða eitthvað svona, þá allt í einu eru svona einhverjir svona persónulegir einhver svona persónuleg umstræti einhvern veginn svo fáralega lítil og ómerkileg og þá einhvern veginn sér maður þau nýljósi, sko. Já, svo ef þau eru ómerkileg og allt eru ómerkilegt, þá endar bara einhverju rugli, sko, enginn að vera með þér, sko. Menn að maður missi áhuga öllu eða? Já, eða skilurðu, eins og ég get alveg sagt, skilurðu, ég var í 8 ár þar sem ég fannst bara allt og finnst allt óbærslega fallegt og og ef að fegurðin tekur þig of mikið og þú ert alltaf með sýrunusöngin í eyrunum og í hjartanu og svona, þá áttum leið svolítið erfiðara með að vera í gír, sko, þau ert bara í hlutlausum. Þá ertu að tala 8 ár sem sagt í framhald af því og hafa verið að gera eitthvað svona. Já, þú veist, ég held að svona listfengið svolítið að geta sett í hlutlausan þegar þú vilt og í gír þegar þú vilt og jafnvel að þú sért að þegar þú ert í gírnum þá getur þú jafnvel séð allt fallegt og haldi allri kyrðinni og paradoxinu og öllu þessu í þér á sama augnabliki þegar þú ert kannski að keyra eitthvað í gegn, sko. Skilur að því að við eigum það til að týna okkur svo lengi. Þetta eru, já, hvað ég segja, hvað erum að byrja, sko, og kannski ég segi líka bara minna, þetta segja, kannski noti tíman og segi frekar sá sem hefur áhuga á þessu, einhver sem að horfa hefur einhvern áhuga á þessu, skilurðu, þá eru gætarnir út allt, sko, ef þú leitar, í öllu, sko. Ef þið langar að setja í hlutlausan og hvíla þig á skilyrðingunu og allt þetta eða gæjast á baku skilyrðinguna þá þetta út allt, sko. Við erum ekki til eitthvað fyrstir að bleblega, sko. Þetta búið að vera frá getur einhvers bara segja byrjun hafi verið LSD og það allt og þar svona kemur svona fyrsta svona nútíma en svo, þetta náttúrulega skilur en það sem já, hvað er að byrja, skilur, þetta þetta í öllu, þetta í kabbalafræðanum, þetta í súfismanum, þetta hjá indjánunum, þetta allstaðar, þetta í kristninni líka, kannski velfalið, þetta Indverjarnir, Mahabharata, þetta Ramayana, þessar bækur, þessar epic bækur, þetta allt þarna, kóðin það er löngu búið, þetta í Völuspá, kóðin út allt, skilur fyrir þig að feta þig og en það sem að gerist auðvitað með módernismanum og upplýsingunum og allt að það bara svolítið hoggið á þetta og þannig að að því að sen búddistarnir höfðu þetta ekki aðgang að einhverju MRI, sko, skanna og þeir voru ekki þar þannig að kannski það sem ég myndi benda fyrst á þeir sem að
fara þarna inn og það sem ok, reynum að vera kannski smá praktískir, þú veist, nú er þetta búið að vera hérna í 10 ár og kannski aðeins lengur að svona gerjast hérna á Íslandi og fólk farið að hoppin og fólk farið að hérna í kappi líka og sem kannski ekki beint efni en svona skemmtilega aðferð til þess að gegnum öndun og svo til kundalíni öndun og kakó og það þetta að gera þetta svona misharkalegum hætti. Skilur, MDMA getur líka komið þarna og þú veist, og sveppirnir láta þið hafa fyrir þessu svolítið, þú veist, þess að þjást og borða mold og þú veist, vera, þú veist, hérna eitthvað, þú veist, og þeir láta þið hafa fyrir þessu, og þeir, minnst, alltaf svona fallegastir og hérna, og að því maður þarf aðeins að gera eitthvað, sko, MDMA bara algjör spa meðferð, sko, og getur, hérna, kentir margt, og það líka fólk að verða til sem að kann að á góðan hátt, skilur, sem úr mentafólk sem að gera þetta betur og betur og þetta svona komið inn og mjög áhugavert og fallegt. Mjög áhugavert líka í meðferð á einhverfu og slíku. Já. Og hann alltaf PTSD. Já, PTSD og það í gegnum PTSD fór þetta í gegn og það nú hugmyndur það að fólki og þeir hjóni sem að byrjuðu með þetta, þau sjá svolítið eftir í og jafnvel hefðu viljað ná að tengja þetta á hjónabandsráðgjöf sem mjög áhugavert líka við komum kannski inn á það sko kona kallar sko eitthvað gott sem þú sagðir í upphafi sko að hérna maður geti farið eitthvað veist komið sé allt fallegt og bara dottið út sko og orðið svo áhugalaus hérna veruleikann en því að þetta svona þetta ekki svona tvær hliðar þú getur orðið algjörlega bara þunglindur og þreyttur og fastur í samtímanum og svo getur orðið bara algjörlega blissfully týndur í einhverri fegurð en hérna málið ekki að vera hér eða vera hér heldur að hafa upplifað bæði og í vitundum það að búa til svona einhverja nýja leið sem ekki eitthvað fárlegt hippaflip en heldur ekki eitthvað ég held að þetta gesture þitt hérna sem að varst með hérna sem þetta hér og þetta óbúslega mikilvægt gesture og hvað kallum við það á íslensku svona handarhengar eitthvað þetta lýsa jafnvæginu sko og það ástæða fyrir að hérna að við þú veist, þetta allt hérna það alltaf tvennt og veist, besta í okkur parasympatíska og sympatíska kerfið skilurðu, þú veist, með adrenalínið og þetta eitthvað og svo þarftu parasympatíska til að róa allt niður og skilurðu og maður myndi segja að það væri kannski svolítið kvennorka parasympatíska og svo sympatíska bara þang, þú veist, yfir næstu hæð og drepa og allt það og sigra og stækka lönd og allt þetta og hérna og svo eins og í píanóinu sko, veist, ég farin að hlusta það líka allt öðruvísi og þú veist, það alltaf með tvær hendur, þetta samt sami hljómurinn svo fallegt í píanóinu sko og þú getur leikið að því oft bara ímyndað að ein hendin sé stelpa og hinn sé strákur og þau bara eitthvað að leika og getur verið kalla kona, getur verið mamma og pappi, af og amma þú veist þannig að þetta í píanóinu líka og öllu svona og hvað ég staddur þannig að tímaleysi tími þú veist, eða tímaleysi náttúrulega sama og eilífð kannski, skilur við þannig og svo inn í tíma og þetta allt þannig að og skilsettið í þessu svolítið sko, veist, það ekki gott að vera bara einhendur sko veist, það svona sterka líkingin, ekki vera einhendur sko og við vitum það og þegar við erum að tala um þetta allt, við erum að tala um menntakerfi, við erum að tala um þá erum við alltaf að tala um bara aðra orkuna sko, vera og verða þetta eru tvær orkur, vera og verða þú veist, þetta being og veist, coming eitthvað já, og becoming, being, becoming veist, vera að gera og hérna þannig að veist, ef þú og við töpum auðvitað, það svo mörg líkun að þessu, veist, við töpum verunni þarna, það vita það allir sem vita, veist, á miðstigi í skóla, þar sem þeir eru byrjað að leiðast og hérna og þú ferð að spila leik sem þér leiðist, sem rosalega vond regla veist, þetta náttúrulega bara leikur sem settur í gang kemur einhver kennari og hann setur einhvern leik í gang finnst þið gaman að vera þarna sko yngsta stig, allt læg skilur við, góður svo svona á miðstiginu þá fara að renna á því grímur sko og því fyrir að leiðast þessi leikur og þá kemur svona fyrsta stærsta höfnunin sko að þú ferð að hafna innsæðinu þínu og verunni þinni
og svona veru leikaranum og tricksternum í þér, hvort sem þú strákur eða stelpa, röddinni þinni, og þetta, ég er búinn að segja þetta 100 sinnum, en þetta er bara svo obvious, en við erum bara ekki með betra kerfi ennþá, og og þar kemur fyrsta svona gleymskan, og þá förum við að gleyma, og þá missum við aðra hendina, sko, og erum bara svolítið einhent, sko, þarna í að verða, sko, og það er kallorkan, og kallorkan tekur yfir. Kallorkan ég er ekki að segja að allir kallar séu bara með það og konur séu ekki með kallorku, heldur það er bara svona tvinnast, það er dans. Höldum þessu bara í orkum, þannig ég sé ekki tala kall og konur, skilur, þannig að kallorkan tekur algjörlega yfir þó að Jordan Peterson vilji kannski halda einhver öðru fram að þetta sé ekki patriarkal, sko. Þetta er þetta patriarkal þannig, það karlorka er drifið, skilurðu, og það er alltaf verið að drífa eitthvað áfram og svo ofboðslega mikið á kostnað og þessi hendi, hún fær ekki að fylgja með í þessu, sko. Og þú lætur einhverja lest, þú hoppar einhverja lest og svo bara keyrið þið bara búp, þú veist. Og svo rangar þú kannski aldrei við þér, sko. Og ef þú ert heppinn þá kannski rangar þú við þér, færðir eitt svepp eða fattar þetta. En oftast það fólk, og þar kem ég núna kannski hættunum, er það að þegar þú fattar þetta og rangar við þér, þá getur þú verið á svo mörgum stigum, og það er svona Ken Wilber sem er búinn að mappa þetta rosalega vel, sko. Ég meina, hann byrjar á því 1950-60, og hann er svona, ég myndi segja að hann væri besti mapmakerinn á þetta, sko, skilur, þannig að þú veist, þá var hann sko með hérna í staðinn fyrir að vera þetta bara svona einvítt, þá var hann með þetta tvívítt, og þá var hann annars verið að skoða stig consciousness, skilur, og þá er raunhverju hversu nálægt ertu því að vera Guðinn í sjálfu þér, sko, skilur, og tímaleysið er á endanum, og ástin og eilíðin og allt þetta hérna á endanum, og svo er svona mismunandi leiðir að því, eitthvað svona chakradæmi og eitthvað svona, og svo skoðar hann alla þróunarsálfræðina og fer í PSE og fer í líka Gilligan sem er þá meira kvenlegt, fer í Kohlberg, fer í alla þessa gæja sem eru búin að, fer í Maslow líka, fer í hefðbunda og er að skoða hvað þeir eru að segja hvað það er að vera góður einstaklingur, sko. Skilur, þannig og það sem hann kannski kemst að og ég komst að líka the hard way er það að þó þú hendur í þínu ayahuasca eða gerir það 10 sinnum á 10 mánuðum, þá þýðir það ekki endilega að því þegar þú upplifir eitthvað og kemur tilbaka, þá er túlkunin alltaf það mikilvægast, sko. Þannig að þú getur verið á svo mörgum stöðum hér og þó að þú skjótist hérna hingað, sko. Þannig að mappið verður svona mjög fallegt tvívítt og svo í framhald af þessu þá er þetta hann og síðan þá húmanísku sálfræðingarnir er svolítið það sem ég hef áhuga á. Mér finnst þeir svona að vera á milli, auðvitað á behavior rismin, hann á svolítið sálfræðin í dag og hamið og allt þetta er bara the ruling epistemology eða þekkingafræði. Já, og alveg áhuga og ég er svona við það að fara að kíkja ofan í það á hverju það er, ef áhuga á því, en í augnablikinu finnst mér svona heillandi þessi tilraun húmanísku sálfræðingana, Maslow, ekki bara Maslow heldur, það er Rogers, það er Kelly, svo er eitt sem heitir David Watson, John Watson, það er þessi Gilly, það er fullt af liði, sko, sem tók LSD 1940-50, þú veist, og er búin að reyna og spyr sig alltaf þessara spurningar, hvernig getur við sannað það að þó að Guð heimsækir þig, Guðinn í þér heimsækir þig, eða þú heimsækir, við vitum aldrei hvor heimsækir hvern, skilurðu? Þú veist, þó að Guðinn og Gyðjan í þér sameinist, eða hvernig sem það er, þó að þú farir, eins og þú varst að lýsa kannski á fyrstu 20 mínútunum, skilurðu, þessar upplifun, þó að það gerist, af hverju ætti Kristinn eitthvað að verða betri gæi við það? Hvað er það í því sem að sýnir að hann sé orðinn betri eiginmaður, hann sé orðinn betri pabbi, hann sé orðinn betri, hann sé orðinn glaðari, hann sé peppari, sé meira bara búf, þú veist? Hvað er það í því? Af hverju ætti hann að hækka eitthvað upp? Eriksson eða Adler, öll stígin, þú veist, er það eitthvað líklegra að þegar þú ert 40-50 ára og þú ert kannski að kíkja á Adler, annarkvort ferðu þangað eða þangað, já, nei, þú veist, rautt, grænt,
líklegra að þú farir á góðan stað ef að þú fékkst þér svepp 25 ára. Skilur, það vitum við ekki ennþá. En nú þú ert mjög greinilega mjög áhugasamur þetta og þú ert farin að tala svona gúrumál sem að mjög margir eða slökkast strax. Guð forði þér, við segjum sko, Guð blessi þá sem leita Guðs, en Guð forði þeim sem hafa fundið hann, sko. Forði ykkur, þannig að... Þú veist alveg sjálfur að margir sem að hlusta á svona ræðu, þeir svona, það er svona turn-off fyrir marga að koma í svona orð eins og kvennorka og Guð og eitthvað svona. Já, og þér er náttúrulega alveg saman það er bara þeirra vandamál, áhugavert, algjör drull, já. En fyrir svona... En við getum alveg nota bara í staðinn fyrir Guð, sko. Ég trú á... Sko. En fólk verður aðeins að kveikja því, sko. Það er bara svo skemmtilegt, sko, af því að maður er að reyna að ná að miðla skilningi til einhver sem er með ofnæmi fyrir ákveðnu tungutæki. Já, bara hætta að miðla, bara Guðanabænum hætta að miðla, sko. Já, ekki að grínast. Það bara, þú veist, það er ekki hægt að miðla. Nei. Það eina sem þú getur gert er að hlusta og sýna fólki áhuga. Það er eina leiðin, sko. Eða þú veist, fyrirgefðu, nú hljómaði, það er ein af leiðanum kannski. En fólk og sérstaklega náttúrulega boðháttur, bara gleymdu því. Já, sem er boðháttur. Þannig að, þú veist, já, þú veist, þetta eru bara þversagnir. Það er kannski, þú veist, þetta er allt bara freaking paradox og þú kannski fundið það að þú varst þarna inni og þetta er bara, þú bara drifin bara í sundur, trekk í trekk og svo reynir að púsla þér eitthvað saman þegar þú kemur út úr þessu og make eitthvað nonsens út úr þessu, sko. En er það ekki það sem að margir eru hræddir við, sko? Jú, blessa, það gerist aldrei neitt á þess að vera hræddur, sko. Erum við ekki að grínast? Hvernig ætlum við að gera eitthvað á þess að vera hrædd? Af hverju eru við svona hrædd við að vera hrædd? Ég meina, halló, það gerist allt gott eftir hræðslu, sko. Er það ekki það? Já, ég spyr þig. En þetta er bara mjög áhugaverð spurning, sko, fólkið, sko, samfélagið er fullt af fólki sem að sko það er stundum talað eitt nýja orði í dag er safetyism. Samfélagið er svo hugfangið af þörfinni fyrir að útiloka alla óheppilega hluti að það er gengið alltaf lengra og lengra því að búa til öryggi, sko. Og stundum er það gagnrýnt. En við getum, sko, ef við höldum okkur við, sko, svona, svo við séum svolítið í alvöru það sem þú varst að upplifa inn í pakkanum, að í raun er enginn nema við, sko, og þú ert bara búið til hennan heim og þú talar samfélagið, þá er það bara skiljast orð sem er búið til hér og þar og allt þetta, sko, þannig að það er ákveðið að kannski við staðsetjum okkur þar þegar við tölum samfélagið sem bara engin maður hefur séð, sko. En pointið mitt var bara það, sko, að það er til fólk sem stundar fallega stökk og tegistökk og það er fullt af fólki sem að talir þetta fullt af fólk. Það er alltaf að tala þetta fullt af fólk á meðan þú veist á sama tíma að það er ekkert fullt af fólk. Þú ert bara all fucking eitt, sko. Þú ert allt og eitt og það er það sem maður gæti hugslega vera hrædd. Þú getur, ef þú ert hræddur við það, já, fínt, skilurðu, en hinn fullkomna kyrrð og ró og sátt kemur ekki fyrir en þú samþykkir þann mögulega einmanna fucking allsherjar leik að þú ert trickstirinn í þessu ævintýri og það er ekkit annað en þú fucking vitundin að vesenast, skilurðu, og með bara stórkostlegan fucking leik, skilurðu, og það er það sem að gefur loksins róna þegar þú getur farið að horfa á bróðin og vita að hann ert þú, skilurðu, og þá getur þú farið að hlæja þessu, getur þú farið að hafa áhuga á honum, farið að samþykkt allt blebleið sem að kemur út úr honum og fegurðina í því og hvað þetta er ógeðslega stórkostlega fallega flókið og allt gert til þess að þú sért ekki þarna einn að vesenast sem vitund því hver faðmar fucking Guð. Já, þetta er svona Alan Watts pælingar en hann enda sem alkoholisti bara, elsku kall, hann var bara mjög sáttur frábær gæi og bara hann hélt mér á lífi í mörg ár, sko. Og hann sagðist aldrei verið að reyna að vera fullkominn, en hann vissi að hann var alveg að vera alki og hann fór bara þessa leið. Við erum alltaf bara í hausnum, og við, sko, töfrarnir eru þegar að þér tekst að upplifa þetta og finna þetta eins í náttúrunni og fer að sjá, þú veist, fer bara að sjá, ekki að grínast. En hvernig getum við útskýrt þetta fyrir Þú getur það ekki. Er það ekki? Nei, þú er að fara þína fucking leið og vera hræddur. Nei, ekki þú, ég er spæðið bara þennan þátt, sko. Það er ekki þetta, þessn er svo mikið beauty. Það er ekki þetta útskýra neitt. Nema í þversögnum. Og þú segir bara, þetta er
óút fucking skýranlegt og hvað gerir þá? Þá ferðu bara eitthvað að sprellast hérna niður á Laugaveginum eða þú ferð að setja einhverja grímu og hatta eða þú semur einhver lög, tökum bara Lennon sem dæmi. Ok, hvað gerir þeir? Þeir fóru þarna austur og dópuðu. Já, við getum kallað það dóp. Þeir bara föttuðu þetta. Já, kemur út einhver ný plata og eitthvað svona. Allavega. Já, og hvað gerist? Hann skotinn, skilurðu? Við erum ekki búin að fatta þetta ennþá. Fullt af liði búið að vera að reyna, það fattar þetta enginn, skilurðu, að það allir svo fucking busy og sem bara fínt og það alltaf í lagi að tala svona ef maður áttar sig, held ég á því að maður bara stattur í leik. Þú ert með svona Matrix-nálgun. Ég veit að þetta er það sem að allir runni segja. Já, því fólk þarf að eiga sínar eigur og fólk nær að tengja, ok, Matrix, ok, ég sá þetta einhverja myndir og þetta var eitthvað svona, hann dodged the bullet og búff og eitthvað, ok, og þess vegna nota maður það til að navigata sig í gegnum það sem ekki hægt að navigata. Skilurðu? Og bestu navigatorarnir, þeir sem hafa komist næst í, eru kannski Alan Watts og ég myndi segja margir sem einhvern veginn að reyna að bridsa þetta sko. Vegna þess að þú ferð og það sem að margir komist ef þú ferð upp í eitthvað fjall að hitta einhvern freaking gúrú einhvers staðar upp í bara Tíbeti eitthvað það getur verið, hann búin að hann er alltaf hérna bara tengdur skilurðu, en þú myndir ekki nenn að hanga með honum sko. Og hann er kannski bara að fara já, þú veist ekkert hvernig karakterinn er sko. Við höfum enga sannanir fyrir því að og líka sagan segir það og saga kristninnar allstaðar það sem á að vera mesta hjartað þar er mesta ógeð og fólk fokkar þessu öllu upp meðferðarstofnanir kirkjan, bara blóði fucking drifin slóð sama með gúrúana Oshu og þetta lið skilur þetta ekki fucking djóki mér og hvað og svo allir þið hérna eitthvað ble, bing, dong og eitthvað og svo hægra eins og hálfliti þannig að þú veist það er beauty í þessu sko að því við vitum líka svo vitum við á klókaendanum er það, allar rannsóknir sýna það ef þú ert með ágætis IQ, ef þú fer í háskólan ef þú lærir, þá áttu ágætis líf og það er líklega að þú sért bara nokkuð góður að líklega börnin elski þig á einhvern hátt það er líklega að þú sért svona stöndur getur farið í frí og gert eitthvað fyrir heiminn sko skilurðu þannig að það sem ég er núna kannski að henda er bara þú veist, þetta er bara svo miklar gildrar út allt sko og ef þú ert bara öðrum megin og ef þú ert hérna í einhverju skotgröfum sem miskilinn listamaður eða gæinn sem er búin að gobla í þig ayahuasca sem er frábært og átt að gera og skoða ef þú þorir en guðan bænum farði ekki að drita á liðið upp í HR endilega sko skilur og það er fasi sem að flestir lenda í sem að eru búnir að vera aðeins að tengjast og tala við Guð og í sér og þá, það er svona fasi þetta er svo margir fasar og þetta eru beautiful fasar og beautiful gildrur sem þú á stórkostlega skemmtilegan hátt munt líklega lendi í sko að því við eigum og sérstaklega á Íslandi við eigum enga elders í þessu hvað erum við með? Við erum með ásatrúna, þú veist, ok, Hilmar, góð kall, góð vinur minn, fínt, skilurðu, Steindór Andersen, skilurðu, þulur, ég er að horfa hugfangin í hlýjum sumarblænum, skilurðu, bara æðislegt, þú veist, frábært, en hvað, kemur hann, er hann að koma til, hvert ferðu þið úr búin að taka fyrsta sveppin? Við hvert fokkin talar þið? Og það er það sem er stór hættulegt í dag, er að, og við höfum ógeðslega mikið tendenser sem Íslendingar að fara að kenna hlutin þú veist bara eftir ég veit ekki hvað sko. Já, nú voru allir að halda námskeið út í sveit og í tjald. Já, við erum meistarar í því sko, meistarar í því og þannig að það er líka bara hilarious eða hræðilegt sem er bara allt sama litrófið. Þannig að, en svona, svo ég reyna að hljóma eitthvað praktískt þú veist, það sem er í dag langt mikilvægast að það er ekki vandamál að skjóta fólki inn í sjálft sig skilurðu það sem ég held að verði þörfin er eitthvað inn í hvert að fara vinkona langar þarna, þetta er mögulega svona sem að býður þín aðeins svona, þú veist
segja eitthvað, kannski lestu smá goðafræði eitthvað svo til að hafa nú einn heimta til að vernda þig þarna, eða Völvuna eða Óðinn eða Freyju eða Iðunn eða Braga eða þú veist einhverja svona sem eru sko, eða ömmuðina eða einhvern sem að vernda þig þegar þú ferð inn í þetta gúgú svæði sko. Skilur inn í tímaleysi, inn í þig, inn í stærðina sko, skilur þú átt ekki break sko, bara tekin á ippon og bara bam, skilur og ef þú átt ekki eitthvað þá bara, skilur og náttúrulega flestir eru reyndar sko, þeir afneita þessu fyrstu 3 skiptinu eru bara gubbandi og þetta er bara fortíðin og æskan og hér var brotið á mér og hér og hér og hér, þannig að það náttúrulega byrjaði að fyrirgefa sjálfu þér og öðrum sko. Þannig að príið er óslega mikilvægt og svo þegar þú kemst í gegnum bara Leonard Cohen, bara þegar að ljósi kemst í gegnum The Cracks, skilur þá er eins gott að hafa einhvern að taka við sér vegna að þú vilt ekkert hoppa beint í barnaafmæli sko, bara korter eftir að þú varst þarna sko. Og það er stór hættulegt ef að pabbarnir eru bara í fyrsta skipti búin að sjá gyðjuna, ertu ekki að fucking grínast sko, gyðjunni sér konuna sína kannski fyrst skipti búin að sjá fucking skýið, skilurðu, og svo koma þeir bara heim bara einhverstaðar í Heiðargeri 40 og ætla bara að vera með barnaafmæli, skilurðu. Þú veist, það er ekki hægt. En þú ég hef svo mikið áhuga á þessu verkefni sem að þú segir þessi ómögulegt sko, sem er að ræða þetta við hinn uninitiated sko. Uninitiated, það er engin uninitiated, það er engin initiated, það er bæði uninitiated, initiated, en á bakvið það er uninitiated, skilur, þannig að þú veist, það mætti segja að það góða er að sjá hið góða og slæma sem eitt og hið illa er að sjá annarkvort gott eða illt, skilur, við vitum þetta alveg og Hegel var þarna, hann var að fatta þetta, hann hlýtur að hafa fengið sér eitthvað, ég trúi ekki öðru, sko, maðurinn er bara, ég hef ekkert kafað henni eitthvað rosalega, meira svona Spinoza og allir og síðan sem koma eftir, skilur, Sartre og bara algjöru champs og Camus og þeir eru allir að segja þetta, sko, með því eina sem þeir sleppa út að þeir eru vitrir, þeir nefna ekki, sérstaklega Sartre og þeir þykjast vera guðleysingjar en það eru engir trúari heldur en þeir, þó þeir nefna aldrei guðshugtakið, þeir eru alltaf bara að segja með þetta, skilur, hvað heitir hann, Steingrímur Thorsteinsson, trúða 20 heimi hér, tigg sem hæsta ber, Guði alheimski heimi, Guði sjálfan þér, sko. Þeir eru bara búin að fatta þversögnina í að þetta er alltaf stóra þú, tímalausa, og svo litli vitleysingurinn sem eru að vesenast, sko. Og þetta er bara sturlaður dans. Og ég kem bara í svona viðtal til þín til að fá, sem betur fyrr, hlustaði ég smá, og svo bara einhvern veginn fer einhver fokkin lest á stað sem ég ræði ekki við, sko. Og þetta er bara svo sturlaður leikur, sko. En ef ég er inni nú að ná aðeins með jörðina, þú er búin að vera svo líflegur. Sko í svona, sko það sem samfélagið vill alltaf heyra, sko, er að eitthvað hafi praktískt gildi. Já. Og þegar einhver notar sveppi og upplifir einhverja svona sér sig í nýljósi eða svona opnast nýjar leiðir og kemur út úr því þá hugsanlega sigrast hann á einhver sem heitir kvíði eða þú veist, það vera breytist, það vera nýjar aðstæður og það er svo áhugavert að það er ekki nóg einhvern veginn að segja að það sé líklega afleiðing eða sniðugt að fá tækifæri til þess að sjá líf sitt í nýljósi og ef þú ert segjum og sért einhver manneskja kannski í einhver háskólanámi sem þeir líkar ekki einu svona sérlega mikið við og þeir finnst þetta allt vera einhvern veginn svona pínu dautt prógram og ert að velta fyrir okkur hafir ekki fleiri möguleika í lífinu og svo prófar eitthvað svona og kemur tilbaka og sér bara tilveruna allt öðru ljósi og allt í einu bara finnst þér þú hafa mikla möguleika þegar þetta sem að þú leist á sem þína sjálfsmynd ég er einhver sem er í heimspekinámi það allt í einu er ekki lengur þín sjálfsmynd á sama hátt hún er ekki eins svona niður grafin eða bundin og þú hugsa með þér vá, ég þarf ekki að vera þessi ykkur sem er að fara í háskólanum ég geta bara gert eitthvað annað og það er bara alltaf þessar upplifanir, segjum bara það séu svona jarðbundin nálgun þú upplifir hreinlega að sjálfsmyndin sé ekki svona skilyrt
og getur fyrir aðleiðir. Ef við tökum bara þetta litla jákvæða brot sem útgangspunkt, það eitthvað sem að fólk getur fallist á að hafa farið þarna sjálft? Meinarðu hvernig þá fallist á? Bara, veist, að því við viljum, að því að sko háskóla, þessi vísindalega hugsun, sko, hún vill alltaf einhvern veginn fá fullan skilning og örugga niðurstöðu og endurtakanlega prófanir og eitthvað svona. Já. Og hún getur það í rauninni ekki, sko. Hún getur ekki treyst í að manneskjan sem prófar sveppi komi út úr því með sama hugafar og síðast manneskjan sem gera það. Akkurat. Og þess vegna erum við að opna þarna á einhverja pælingu sem er erfitt að selja fólki sem er efins, sko. Já, og þess vegna þá kem ég aftur að, sko, svo ég, að því, ég fer ofta að leik mér og þá var mér alltaf drullu samum, hvert það fer og eitthvað svona, þannig ég ætla að reyna... Já, reyna að vera ekki drullu sama. Já, eða þú veist, nei, sama og, já, sko, en ég held ég að við komið á punktinn, sko, þegar ég fór á stað, sko, í byrjun, það, og það akkurat punkturinn, að það er til þekking, myndi ég halda, í húmanísku sálfræðinni, sem ekki bara einhver fríkin Maslow-píramídi, heldur miklu, miklu meira en það. Það var miklu fleira fólk að reyna þetta. Akkurat þetta sem að þú ert að spyrja og nefna, ekki einhver brú þarna á milli, sem sagt, algjörs ekstrím í bara búddistanum sem bara undir trénu og þar, yfir í bara algjöran vístaheila, sko, skilurðu. Þannig að og það eru til, og ég lýsti því þarna í byrjun bæði með Ken Wilber og fleirum, að það er fólk sem skilurðu, og ef maður bara kíkir aðeins á hann, þá koma fullt af orðum og hugtökum og fólki og kenningum sem að eru dodgy vísindarlega og þess vegna líka húmaníska sálfræðinar jaðarsett í dag og horta á þetta svona, en þú veist, hvað það að vera self-actualized, skilurðu, þú veist, getum ekki fest það niður, allt fínt þarna upp píramída sem var ekki píramídi, þetta var held ég uppalega bara stigi, sko. Þannig að, þú veist, við skiljum ekki alveg þetta og þá baby with the bathwater, sko. Þá bara sturtum við öllu, sko. En þetta fólk þetta var ekkit illa meint fólk. Þetta allt, mikið af þessu fólki voru sálfræðingar, var að reyna, þetta síðan eitthvað út og og að reyna að svara okkur þessu sem ennþá svolítið ósvarað en það hinn ómögulega tilraun og mér finnst gaman að reyna að pæla í henni akkurat hvað þurfum við að gera, hvernig spurningin ekki hvort þetta gott kaffi eða ekki, sko. Þetta dundurkaffi, sko. Það ekki við. Já, þetta bara, þetta rótsterkt bragakaffi, sko. Það ekki spurningin. Spurningin bara, veist, hver þorir og það mjög skiljanlegt líka, sko. Ákvörðu þeirri ástæði eins og ég nefndi með barnaafmælinu eða eitthvað svona, skilur. Orðinn settlaður, 32 ár, komið með... Þú vilt ekki vera allt í orðinn einhver brjálaður furðufugl í augum allra annarra og bara get ekki verið með, sko. Bara, þú veist, þetta í Ódysseifskviðu, soldið, ég lýsi soldið eins og Ódysseifskviða, mér finnst hún vera svona mjög falleg metafóra fyrir, sko, þeir eru tíndir á leiðinni til Tróju, þú veist, þeir vita ekkert hver þessi Helen en þeir ákveða að berjast fyrir hana og svo þú veist, svo þarf einhver Trójuhest til að komast þarna í gegn og eitthvað svona en þetta er allt riddarar og þetta er pjúr kallorka sem bara og enginn að þeir veit á hverju, sko skilur upp bara Trója eitthvað það er bara einhver sem nær að selja þeim að Trója sé málið af því að Menelaus eða hver það var, þú veist, var sniðgenginn, þú veist, og París og allt þetta, skilur beautiful saga og svo náður henni og það er bara veist, þegar þú ert komin inn í Tróju þá það bara einhver fucking silfurmedalja, það einhver ultimate samningur, það þú ert komin orðin doktor í einhverju, orðin rektor eða hvað þú vilt, skilur það kemur einhvern veginn að því mómenti líklega ef þú ert sæmilega orkumikill og svona þá ertu búin að sigra þína fucking Tróju, skilurðu og heldur að Helena hafi verið málið en þú veist, í fyrsta lagi þá veist ekkert hvað ætlar að gera eftir þetta þú þekkir ekki Helena þína af því þú ert búin að vera svo busy í að sigra Tróju að þú hefur enga, þú ert búin að segja kallorkan svo fyndin að því leyti að hún
hún alltaf að, skilur, uppalega erum við höldum alltaf að séum að berjast fyrir gyðjuna, við erum alltaf Don Quixote að berjast fyrir Dulcineu, sko, en í bardaganum missum við alla tilfinningu fyrir hvað erum að berjast fyrir, sko, og það hið sorglega sem að gerist, og veist, þannig að En þetta skáldlega líkingamál, þetta eitthvað svona, þetta bara preaching the choir, það enginn sem að fara að skilja þetta nema að sé bara, nema að sé þú, sko. Einmitt, og þegar ég fyrir að segja og held áfram, Penelope í raun og þín kona. Penelope kona sem að þegar þú sérð konuna hérna, þá ertu komin til Penelope. Það Penelope fyrir mér, skilur Já, fyrir þér. Fyrir mér, akkurat. Alveg eins og alla leiðirnar á leiðin tilbaka eru bara sturlaða metafórur, kíklópin, þú veist, það kirka, breyti svín, það allt þetta, skilur. Ég ætla bara að heyra milljón svona sögur frá Alan Watts og svona görum. Og þetta allt skemmtilegt og áhugavert og þetta eru skemmtilegar nálganir við að lýsa einhverju mjög óræðu. En hvað erum að byrja? Erum að byrja í hugræðlega atferðli meðferð eða, nei, þú veist. Það sem að ég myndi byrja í, sko, það er svona orðið svona þokkalega þekkt fyrirbrigði, sko, að það er svona erfitt málfræðilegt og þekkingafræðilegt vandamál sem á sér stað í á vitundu efni, sko. Þarna er eitthvað svona það sem við kallum the hard problem of consciousness. Þar er við með þetta gráa svæði, þar sem við getum ekki alveg sagt hvort að við sem að skapa vilja eða viljinn sem að skapa hitt. Nei. Og það geggi að vera milli. Það geggi að vera milli. Og geta hoppað í báði. En þar viljum við ekki vera í tungumálinu. Við notum alltaf tungumálinu eins og við séum afleiðinga efninu og höfum enga vilja á ekki neitt, sko. Nei, viltu að við fara hináttina með tungumáli? Nei. Við erum að reyna að ræða hana milliveg, sko. Ég meina, þetta nær því sem ég að tala heldur en það sem ég að íslenskan, sko. Já. Í miklu nær, ef við viljum fara í þá átt, þá miklu meira gúgú gaga og þess vegna gúgú og þess vegna ég hef aldrei kallað mig heimspeking heldur heimskspeking, sko, af því mér finnst að heimspeki eigi miklu frekar að vera heimskspeki vegna þess að við þurfum að kafa miklu betur ofan í heimskuna. Heimspekin, ég veit ekki hvað it went wrong, sko, en okkur í ósköpunum erum við að reyna í heimspekinni að fara lógist í hlutina, skilurðu, hún fyrir mér á hún að vera eini staður þess að þú átt að fá fullt frelsi til að vera ógeðslega heimskur. Í vegna þess að í heimskunni er allt. Já, hún náttúrulega á helst að fá að vera mjög skapandi. Já, og hver stærsta heimska heimsins? Veit ekki. Ég meina Guð. Það ekki mesta heimskan? Ég veit ekki. Nei, við vitum það ekki, en fyrir flest fólk og mjög margt fólk, og því miður myndi ég segja, og ég maður ekki svona segja því miður, því það komið eitthvað í það, skilurðu, auðvitað Guð stærsta heimskan, skilurðu, fyrir flest fólk. Ég meina þá að sé svona algjör merkingarlaust svona eitthvað svona farvegur fyrir eitthvað algjörlega ofmeð. Þú ert nú að segja allan tíman. Þú getur ekki nefnt þetta orð á þess að fólkinu sem horfir hér finnist okkur við ógeðslega heimskir. Leið og ef ég fer eitthvað á, ég trú á Guð eða Guð, eitthvað Guð, þá er bara fólk heimskur. Þannig að já. En sko, svo maður takir þetta á einhvern svona, sko, ég held að aðeins að fara inn á svona karl-kona, sko, mér finnst, þú veist, og það mjög erfitt að segja, Indverjarnir eru með Shiva Shakti og í flestum svona metafórum, ég veit ekki, nú ég að reyna þannig að fólk kannski missa okkur ekki, en það engin önnur leið, þú veist, það er þessi himinn og þetta rými sem í flestum góðsögum karlægt og svo inn í rýminu kemur konan með fegurðina, skilurðu? Þetta er tantríska heimsmynd. Já, og svo, akkurat, og svo líka alveg þetta að snúa þessu við og segja að konan sé hlutlaus í fegurðinni en kallinn sé sá sem að keyrir allt í gegn, sko. Þannig að það er alveg svona, þú veist, en fólk þarf bara, þú veist, að lesa engin Mahabharata eða eitthvað, skilur, sem er bara sturlaðasti manúal fyrir þessar þversagnir og allt sem til er. Ég meina, Indverjarnir, það er bara völusbá á sterum, sko. Þú veist, þegar þú ferð í Indverjana, sko. Það er bara, þú veist ekki hvað snýr upp eða niður, sko. Aldrei. Það er bara fílar og
Já, bara, nei, þú veist, og svo guð mig góður, sko, og það er svo fallegt, sko, og þetta er samt sögu þræðir einhvers konar, en þú veist, hetjurnar lendi í helvíti og bóarnir lendi í himnaríki og þú veist, þetta er allt bara... En þetta er svona skapandi kaos sem er... Já, beautiful. Er það sem hún vilt, það sem hún vilt. Já, en nú erum við ennþá, ég fer alltaf með okkur aðeins á Google-vagnin, sko, og storytelling-vagnin og eitthvað svona, og ég hélt í mörg ára að það væri málið, var að reyna að segja krökkum sögur og láta þau teikna og blása í flautur og kenna þeim aðeins áskarð og reyna að láta þau aðeins fatta Heimdall og hérna, Skynjarann og Óðinn og Freyju og svo var líka, sagði ég sögu af konunni sem kom með tímann inn í áskarð og hvernig það ruglaði og þeir kveikti í tímanum og Loki og bara eitthvað svona angurboða og svo fæðir hún afkvæmi tímans sem eru þetta miðgarðsormur sem festir okkur í tíma með því að hérna skilurðu og það losnar ekki tíma fyrir í Ragnarökum sko þegar Þórn er að drepa miðgarðsorm og skilurðu og það er líka endurinn á ákveðnu paradæm sko getur við sagt þannig að svo ertu með úlfinn sem er auðvitað afleiðing tímans líka sem er óttinn og svo ertu Hel sem er bæði ung og gömul og paradoxið og svona þetta er bara gúgú sko en það hefur enginn áhuga á því sko þannig að þú veist, við viljum en þú veist, ég held að þar sem við getum kannski mæst svolítið, þú veist, við skoðum PSI við skoðum þessa gæja sem eru að reyna svona að skilja hvað það sem gefur ykkur gott líf og reynum kannski að draga aftur inn mystisismina í súfismanum í bara Rúmi í kabbalafræðum þú veist, í öllu þessu og hérna reyna að skoða býti hvernig getur þetta farið saman sko og eins og ég segi, Vilbjörn er búinn að gera það í 40 ár og hann er auðvitað jaðarsettur eins og flestir sem eru eitthvað að gera svoleiðis en lastu hérna Religion with no name bókina? Nei, veistu alveg að henni maður djöfull það er mjög skemmtileg bók þú komst reyndar inn að það upphafi sko, það er pælingin að rauninni sé kristnin líka upprunnin í hugvíkandi efnum sko. Já, þetta er ekki að grínast Sétur sko. Það voru svona einhverjir grafarköltar Já Þetta er í fjallræðinni og skilur, ég er alinn upp sko afi bara sko ég dalt bara í pottin eins og Obelix sko þegar ég var lítill sko í Gamla testamenti og Nýja testamenti sko overdósaði bara af því og norrænn og grískri goðafræði ég var hann bara nörd, idiot goðafræði trú eitthvað þegar ég var 13 sko okay. Þú veist og hérna og hann sagði allar sögurnar og svo er það ekki fyrir nú hvað er maður orðin, 40 sko þá fattar maður í gegnum Jung og svona þú veist, já, Jung, já, shit já, þetta eru bara metafórur fyrir já, þetta er bara hjálpar að navigata það sem hann kallaði unconscious og þeir og allt en eru þetta bara þitt stærra sjálf og þetta eru bara eitthvað sem þú getur færð til að navigata sko. Herri, ég lofa að spyrja þig félagi minn hérna sagði að, ég sagði maður að þú var að koma og hann sagði, þú verður að spyrja hann eitthvað út í þjálfun út í þjálfun? Já, og hérna nýtist þetta eitthvað í að tala við íþróttamenn? Góð spurning vegna þess að ég fór núna var aðstoðarþjálfari 1,5 ár og hérna og svo fór ég núna að síðan var hætti á þeim skilurðu og var síðan í svona millibils og svo kom tilboð að fara til lið sem að var að falla var bara með 2 stig eftir einhverjar 10 umferðir eða eitthvað bara í algjöru rugli þeir voru það despo að þeir fengu mig sem coach og mér tókst ekki svona long story short, mér tókst ekki að bjarga þeim frá í fjöllum geggjað skóli fyrir mig sko geggjuð þjáning og hérna bara stórkostlegu kross og þar akkurat þú veist, ég nefndi ekki einu nafni sko þú veist, ég er þó það þú veist, ég tala ekki áskarð við þá sko þú veist, en þannig að spurningin nýtist þetta allt og það er áhugaverð spurningin er þjálfari eitthvað betri þó að hann sé búinn að fá sér veist, eitthvað svona eða hann viti hver hann eða viti að hann bara stattur í eigin leik og bla 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 og þjálfari sem að sér loksins börnin sín eða sér loksins konuna sína eða sér blómið og allt þetta er það ekki bara besti þjálfari heimsins skilur þannig
Þannig að þetta góð spurning og í mínu tilviki, jú, veist, ég er með alla, tel mig vera með alla svona fagþekkinguna, handboltalega, en svo þegar kemur að fríkin haustnum, þá var þetta algjört revelation fyrir mig, sko. Þannig að þetta breytti öllu? Já, eða þú veist, maður er svo vanur að vera bara með einhverjum snarrugluðum riddurum sem að, veist, vaða eld og brennistein fyrir einhverju titla og þarna var ég komin bara í svolítið sósu, sko, en samt allt bræður mínir, sko, og það var mitt að fatta þá, hvað lætur hann að gæja að tikka, sko. Og ég verð að viðurkenna, ég gat ekki fara að segja hann söguna nýjuföddu keisarans eða eitthvað, sko, til að hjálpa honum, sko, þó hún hefði alveg kannski, nei, hún bara hjálpar ekki neitt. Þú veist, það eina sem og það var það sem gerði mig rosalega humble með það, þó ég hljómi og kannski ekkert rosalega humble, að shit, hvað maður þarf að hlusta, sko. Já. Og þú þarft að hlusta og í fyrsta skipti þá svona, og líki gegnum humaníska í sálfræðinu og allt þetta, þá svona fyrsta skipti var ég bara, heyrðu, ég held að markþjálfun sé bara svolítið gott kaffi, sko. Já, að ég var búin að vera alltaf svolítið svona, markþjálfun, er þetta ekki bara einhver svona útþynning á einhverju? En ég held að markþjálfun sé svona einhver pressulosun fyrir svona hina hörðu sálfræði, svona hina hörðu greiningasálfræði og allt þetta, svona fallegt svona stímlosun, svolítið svona afleiðing jákvæðu sálfræðina líka, en líka hún er með svo mikið af þessum elementum í sér sem að tengjast í raun og veru inn í þetta sem við erum að tala um. Og hvað er það? Það er bara að ef þú ert þerapisti, þú getur ekki byrjað á því að greina eitthvað lið, smætta eitthvað lið, redúsera það í hitt og þetta, henda því einhverja box, opna einhver DSM-5 eða hvað þetta heiti, manual held ég, og segja bara þú ert með þetta og eitthvað svona. Þú getur ekki byrjað þannig. Og ég náttúrulega veit ekkert, skilurðu, ég er ekki sálfræðingur, en þú veist, þar kemur og þeir eru það er að segja bæði markþjálfun og þetta er að það er svo mikil magic í því að þeir eru alltaf bara, þú verður að hlutlesa þig, þú verður að fara inn í þetta ástand í raun sem þú ert búin að vera að lýsa. Þeir eru að vera að biðja þerapistunum að fara inn í sveppa ástand næstu því, geta kólað það bara, fara inn í hlutleysið, fara inn í hlutleysagýrin, opna gýrin, intuitíva gýrin, athyglisgýrin og í raun svolítið bara Jesú-gýrin bara, þú veist, þú ert ekki að fatta þetta fyrir en þú sérð að bróðin ert þú sjálfur, sko. Og þannig hlusta. Þeir voru svolítið að prófa í upphafi með allir því að voru sálfræðingar að nota allir því sjálfur til þess að upplifa geðróf, til þess að skilja það betur. Og geta með þetta. Akkurat. Því geðróf er okkar náttúrulega state, sko. Fyrir geði, ég segi það. En þú ert bæði þetta litla og þú ert alltaf, og þetta er í orðunum okkar, þú veist, alltaf þessi þversögn oknar, þú veist, ég fann sjálf á mig, djúl fann ég sjálf á mig, já, hver fann hvern, skilur þú veist, við erum alltaf ég og ég, það er alltaf eitthvað, já, þú veist, það er alltaf eitthvað ég og síðan er að smarra ég og stóra ég er vitundin auðvitað, sem er alltaf eitthvað, en svo, þú veist, og svo er líka, það er svona smá tvist á vitundinni sem ég ætlum ekki að fara út í sko, hún er alltaf hilarious en að því það er, þú veist, þú getur bæði verið í þögn og þá ferðu svona aðeins inn í eiliðina en svo getur líka verið með sveppunum og horta á allt og þá ertu líka bara í blissi, sko, yfir sköpuninni en þú þarft líka á einhverju tímapunkt að fara bak við sköpunina inn í þögnina og þá ferðu að heyra fyrsta hvíslið, sko, sem er ekkert hvíslið, það er bara alls konar svona og það er kannski svona þessi þrenning, sko, þú veist, það er eilífð og svo er það þú veist, verandi allt skaparinn og hrekkjalómurinn og sirkustjórinn og allt þetta, sko, tímaleys og svo er það þegar þú tínir, sko og fyrir að halda að þú sért ekki, skilur sem er nauðsynlegt state, skilur veist, það er ekkert gott ef allt í henni þú finnur að dóttin eða eitthvað ert þú sjálfur skilur, ef þú finnur enga aðgreiningu það er ræðilegt, það er mjög erfitt ástand og þá finnur bara að þú ert all fucking eitt, sko og þá bara svona, ok, ég ætla að kasta mér út, sko, aftur en, þú veist, ég held að svona hvað á maður að segja, maður er að draga þetta eitthvað saman en þú veist, það er
þetta er hættulegu leikur þetta, eins og ég segi, Sírenusöngurinn gleypir marga og þú kemur ekki tilbaka og Ódysseifur lét hlekkja sig, hann vissi þó það og hann fékk að heyra Sírenusönginn en þeir hlekkjuðu hann við mastrið og svo þurfti hann bara 3 mánuði sko, þegar við gátum talað við hann sko, þurfti tíma að jafna sig. Við erum að falla tíma, ég ætla að reyna að koma með loka spurningu að þig. Já, eitthvað praktískt eða ekki, við erum ekki að reyna eitthvað praktískt. Hvað fyrst að því að þú skapar heiminn sem þú ert að upplifa, af hverju skaparu... Já, það er ekki svona einfalt. Nei, ég veit hvað fyrirgefðu. Af því að sko, skilur, við segjum þetta alltaf, þú ert eigin skapari og svo kemur bara bíll og keyrir á þig eða eitthvað. Þannig að hver að skapa hvern sko. Þannig að þetta virðist vera einhver dans sem bæði þú en eitthvað sem að þú átt samt hlutdeild í en getur ekki alveg, kongur vil sigla en byr ræður sko, fyrirgefðu, aftur spurningin. Nei, ég fór að pæla í sko, einmitt þessu sko, að ef maður trúir þessu eða telur sér upplýða það að heimurinn sé ævintýri sem að maður sem vitund sé einfallega að búa til leið maður upplýður hana. Af hverju er maður að skapa þá alla þessa antagonísku, allt þetta fólk sem að skilur mann ekki Já, það er, og okkur bara the problem of evil og allt það, skilur, það er bara augljóst. Það er bara því það er betra að hafa einhvern fokkin Pútín hérna heldur en að vera stattur einn í eiliðinni, sko. Þú veist, hver fann maður Guð, segi ég, þess vegna býr hann til þetta illusion, sko, sem er bara sturlaður leikur, sko. Þannig að tálsýnin er nauðsynleg og leiðin á bak við hana er bara að eins og held ég að Goddur hafa nú sagt við með einhverju tímapunkti bara, veist, reynda að skoða allar þversagnir sem þú finnur og reynda að tengja þær saman, sko. Þversagnir gefa heiminum karakter. Já, en er ekki endilega stöðun á bankareikningu. Herru, við ætlum að segja þetta gott. Kærar þakkir Óli, Stef, fyrir að koma til mín. Já. Og sömuleiðis. Við sjáumst eftir, reyndar ég að fara sumfrí, þannig við sjáumst kannski eftir svona 3-4 vikur. Takk fyrir okkur.